og það sem að gerast hérna til hliðar í rauninni þessi tönn sem að þroskast í fóstrinu og verður svo barnatönn, en hér til hliðar að þroskast vísir af fullorðinstönn og enamel organ, líffærið sem að byrjaði að þroska sín út frá útlaginu, það líffæri heldur áfram hérna við ytra lag tannarinnar sem að þroskast. Og hér sjáum við það líka að hérna tönnin full þroskuð, það að segja barnatönnin, og hérna það glerungurinn sem ystur, þetta hvíta lag hérna, og tannbeinið hér undir glerungnum. Og svo inn í tannbeininu leðurtotan. Það eru ýmsar taugar og ýmislegt. En hér þetta sementum lag sem að tönnin situr föst í. Og hérna þá nýtt enamel organ og dermal papilla eða leðurtota að myndast. Hér það fullorðinstönnin að myndast. Og þetta eru afleiður húðarinnar. Hér sjáum við aðeins nánari mynd af tönn sem að þroskast. Hér gómþekjan, svo að tönnin ennþá undir gómnum. Og hér glerungurinn sýndur í svona ákveðnum glerungssúlum. Og hér sjáum við svo þessar glerungsmyndandi frumur sem hér liggja hérna utan á glerungnum sem svo hverfa þegar tönnin brýst út húðina. Inni þessu sjáum við hérna tannbeinið. Og undir tannbeininu eru þessar tannbeinsmyndandi frumur. Og þær eru hérna bara í tannrótinni eða tannbeinsrót sem þá afleiða af leðurhúðinni eða leðurtotan. Svo þetta ótrúlega mögnuð og fallegt þroskaferli þar sem þessi mikilvægi strúktúr verður til, það að segja tennur. En kíkjum nú aðeins á beinagrindina. Hauskúpan umhverfis heilann var fyrsti hluti beinagrindar hryggdýra til að þróast. Þar á eftir þróaðist ytri brynja sem þroskaðist úr húðlögum en sem varð svo síðar hjá seinni tíma hryggdýrum varð að stórum hluta af hauskúpunni og kemur af útlaginu. Ásgrindin, eða axial, hún þróaðist svo í framhaldinu af því að hauskúpar myndast, eða svona frumhauskúpar myndast, þá fer öxulstoðgrindin eða ásgrindin að þróast og þegar ég tala ásgrind eða öxulstoðgrind, þá á ég við hrygginn, rifbein, og svo svona uggabein eða uggasstoðbein sem komið fram hjá fiskum. Þetta þróaðist allt saman á eftir höfuðkúpunni. Og í uggabeinum að þá verður út frá þeim að þar þróast síðar þetta sem við köllum útlimagrind eða á ensku appendicular skeleton. Og útlimagrindin skiptist í fram- og aftur limi. Svo ef við tökum þetta saman, þá má finna í öxulstoðgrindinni, þá hauskúpuna. Hún partur af öxulstoðgrindinni. Það kokgrindin sem í rauninni sá hluti þar sem að barkinn og hluti af neðri kjálka, en í frumstæðum fiskum voru það tálknafellingarnar sem voru partur af því. Í öxulstoðgrindinni tilheyrir líka seilin og þar af leiðandi líka hryggjarliðirnir og rifin. Þetta öxulstoðgrindin. Það í rauninni meiri hluti beina í líkamanum, önnur heldur en útlimir. Eða önnur bein heldur en bein í útlimunum. Við skoðum þetta aðeins betur hérna myndun hauskúpunnar og þessara 3 megin hluta sem hauskúpunnar byggð úr. Þá það brjóskkúpan eða chondrocranium sem umlykur heilann og svo það kokhluti hauskúpunnar
sem myndar kokgrindina og svona neðri hluti hauskúpunnar og partur af neðri kjálka og meðal annars tálknasvæði. En svo það að lokum húðbeinakúpan sem myndar í rauninni stærsta hluta höfuðkúpunnar. Svo að höfuðkúpan að stórum hluta afleiða útlagsins og þroskast í húðinni. Svo að kokhluti hauskúpunnar hluti tálknbogans í fiskum. Það fremsti hluti kokgrindarinnar en hún ber ekki tálkn í núlifandi hryggdýrum og bara orðin hluti af kjálkabeinum til dæmis og fleiri beinum. Brjóskkúpan og kokgrindin afleiður hnoðakamsfrumna og í fornum hryggdýrum var þessi hluti aðeins úr brjóski en sá hluti kokgrindar sem hluti af hauskúpunni og brjóskkúpan þroskast svo yfir í bein í sumum fullorðnum núlifandi fiskum og í flestum fjórfætlingum á landi. Og hér sjáum við yfirlitsmynd af húðbeinakúpunni, hvað hún þekur stóran hluta höfuðkúpunnar. Og hér til viðbótar til samanburðar mynd af mannakúpum og efsta myndin sem sýnir þarna grænan, bleikan, appelsínugulan, gulan og bláan lit, sýna hvaða hluti höfuðkúpunnar úr þessari húðbeinakúpu eða húðbeinakúpan. Og þau svæði hérna sem eru lituð í rauninni einu fáu svæðin sem ekki afleiður af húðbeinakúpunni. En skoðum við nú þroskun brjóskkúpunnar sem byrjar að þroskast í fóstrinu. Og hér megum við sjá höfuð á fóstri alveg á fyrstu stigum brjóstkúpumyndunar. Hér þessar trabekjúleiningar og parakordeileiningar sem smátt og smátt sameinast í þessa brjóstkúpu eða frumbrjóstkúpu. Hérna sjáum við hvernig brjóstkúpan vex sér út frá mænunni og seilinni og í átt undir þessi helstu hnoð sem eru skynfæri hryggdýranna. Það að segja höfuðskynfæri hryggdýranna. Það að segja lyktarskyn, sjón og heyrn. Þegar við kíkjum á næstu glæru þá sjáum við hvernig þessar brjóskeiningar sameinast smátt og smátt og liggja hérna undir þessum svæðum. En smátt og smátt þá fara þær að umlykja hér augun og nefið. Hér sjáum við aftur á móti kokhluta hauskúpunnar og hér sjáum við hvernig brjóstkúpan hefur myndast hér og hérna liggur seilin aftur úr. Sést ekki, mænan ekki sýnd á þessari mynd sem liggur hérna ofan. Og hér eru þessir efri og neðri kjálki, palato quadrat og mekkelsbrjóskið hérna neðri, sem þá afleiða, sem byggir upp kjálkan sem hluti af sem kokhluti hauskúpunnar. En það eru fleiri bein sem byggja upp kjálkan heldur en bara þessi kokhluti. En þessir fremstu tálknabogar hafa ummyndast í kjálka. En eins og sjá hérna þá tálknaboginn samsettur úr nokkrum einingum. Hér á milli tálknabogana eru tálknaopin og hér á neðri myndinni þá eru skilgreindar þessar einingar í tálknaboganum. Og hér sjáum við hvernig hann liggur hér í hring. Ef við horfum framan á dýrið og hérna ef við myndum horfa á hliðina. En ef við skoðum aðeins þróunarferil hauskúpunnar hjá hryggdýrum í dag. Ef við byrjum hérna neðst á frumstæðum forvera hryggdýra, þá myndast hér fyrst svona brjóskkúpa utan þennan þryggjalaga heila. Og
hér eru allir tálknabógarnir 7 virkir sem tálknabogar. En aftur á móti við frekari breytingar og þróun að þá byrja þessi húðkúpubein að þróast. Og þau koma hér fram sem svona, já það kemur myndast ákveðin brynja hérna í ytra lagi, eða bara í húðlagi brynfiska sem eru þá útdauðir. Meðan steinsugur aftur á móti eru hérna bara, en þá bara með brjósk, er ekki farin að mynda bein og eru með brjóskkúpu. Og hér neðri hluti kúpunar hjá steinsugunum er sem sagt hérna, við látum okkur sjá. Úps, heyrðu, afsakið, ég þarf aðeins að afsakið þetta, þá höldum við hérna áfram. Við vorum komin í steinsuguna, við vorum að skoða þess hluta sem að ver heilasvæði steinsugunar og hér er þessi kokhluti sem að er farin að teygja sig hérna yfir á höfuðsvæði hjá steinsugunni. En aftur á móti þegar við komum upp í brynfiskana að þá aftur á móti þá er hluti af þessum upprunalegu 7 tálknabogum farin að nýtast í eitthvað annað, af því hér eru bara 5 eftir. En það er ekki komin neðri kjálki á þessum fiskum, á brynfiskunum. Það er ekki fyrr en litlu síðar sem að kjálkinn fer að þróast og hann í rauninni þróast þarna út frá kokhlutanum. Og það eru þessi fremstu tveir tálknabogar sem við sjáum hérna aðgreindir hérna með þessari brotalínu sem að nýtast og þroskast í að vera kjálki. Og á fyrsta tálknaboganum þar þroskast tennur eða þróast tennur og kjálki. Og svo er aftur á móti hérna á öðrum kjálkaboga þar er sá hluti sem að styður við tunguna og myndar hluta af kjálkanum. En svo við höldum áfram í þróunarsögunni að þá gerist það hérna hjá brjóskfiskum, þetta hérna eru brjóskfiskar, að þeir þessi típa af hryggdýrum virðist bara þróast þannig að hún tapar þessum húðkúpufrumum sem eru byrjar að mynda sig hjá brynfiskum. Svo að upplýsingarnar húðkúpu og húðbein eru svo sannarlega til í erfðamengi hryggdýranna en eitthvað veldur því að það tapast hérna hjá brjóskfiskum. En aftur á móti viðhelst það og heldur áfram sitt þróunarferli hjá beinfiskum. Og meðal annars hjá beinfiskum að það myndar svona tálknalok sem að bæði ver tálknin og auðveldar líka, getur gert beinfiskum kleift að stýra vatnsflæðinu svolítið í gegnum tálknin. Og hér sjáum við hvernig húðbeinin hafa vaxið, myndað þetta ysta lag á höfuðkúpunni. Svo þetta var svona stiklað á stóru í þroskun beina og þróun hauskúpu hjá þá auðvitað hryggdýrum. Og hér sjáum við aðeins ítarlegri myndir af steinsuguháfi og frumstæðum beinfisk. Og hér í steinsugunni þá sjáum við þetta brjósk sem að er hér á efri hluta hauskúpunnar og svo aftur á móti kokhlutin sem að kemur frá þessum tálknabogum sem er úr brjóski, vissulega, en eru afleiður þessara tálknagrindar. Og svo sjáum við hérna við skoðum hákarlinn eða háfinn og aðra brjóskfiska
að þá það hérna þessi fyrstu tveir tálknabogar sem að mynda þá neðri kjálka og hluta neðri kjálka að segja. Og svo það bara brjóskkúpan hérna sem að sameiginleg öllum þessum hryggdýrum. Hún þekur hér efri hluta hauskúpunnar, eða efri hluta heilans þar að segja. En ef við skoðum aftur á móti fisk og hér mjög frumstæður beinfiskur sem ekki eins og geislaaukarnir sem eru komin með öðruvísi beinabyggingu. En hér sjáum við engu að síður hvernig þessi húðbein eða húðkúpubein hafa yfirtekið svolítið hauskúpuna og þekja hér ysta lag meira og minna. Hér aftur á móti sjáum við örlítinn hluta af tálknaboga eða kokhlutanum þar að segja, sem að mynda hérna brjósk á milli þessara beina og hér má sjá tálknalok. Svo þróast og breytast og höfuðkúpubeinin í þessum fiskum en frekar og hefur náð hvað lengst í þróun hjá geislaugum sem að þið munum læra síður um. Og hér aðeins ítarlegri mynd af tálknagrind hársins og hauskúpunni og hér sést hvernig þessi, hérna merkt gult þar að segja þessi kjálkabein sem eru afleiður þessara tálknagrindar eða tálknaboga og eru núna alfarið hluti af hauskúpunni. Þessar myndir eru ekki í bókinni ykkar, sumar þessara mynda en engu að síður gott að fjalla eins þær. Og hér sjáum við hluta af búk fósturs sem að þroskast og það skipt hér í bolsvæði og stirtlusvæði til þess að sýna ykkur svolítið munin á hryggjarsúlunni sem hér að þroskast. Hér lögð sérstök áhersla á þessar himnur sem að aðgreina þessa vöðvaliði sem að eru afleiður frumliðana og eru nú búin að þroskast enn frekar í skilgreindari vefi og sem eru þá hér vöðvavefur sem myndu liggja hér utanum og það beinvefur sem að umlykur hér mænuna og seilina sem í mörgum tilfellum svo hverfur og umlykur líka hér æðar á stirtlusvæðinu og myndar svona æðarboga. Og svo ef við skoðum hérna bolsvæði, þar ekki þessi æðarbogi aftur á móti og hér sjáum við öðruvísi styrkingu. Til dæmis sjáum við hérna rif sem að ganga hér út úr þessum fremri hluta en öll hryggdýr eru með þróaðri hryggdýr eru með rifbein en í fiskum eru til dæmis hérna tvískipt, miðrif og bólrif. Og við skoðum svo aðeins betur þróun þessar liðskipta hryggjar. Þá sjáum við hérna að á efri hlutanum mænuboginn sem umlykur mænuna og hér þessar rauðu línur sem búið að teikna inn á. Þær skilgreina hvar þessar himnur eru á milli vöðvana, skilgreina hvern lið fyrir sig, sjáum hérna jafnt á milli. Og á milli þessara himna vöðvablokk. Hér inni seilin sem í mörgum tilfellum hverfur og hérna undir æðabogi og þetta þá stirtlusvæði af því hér æðabogi en á bolsvæðinu ekki æðarbogi. Og hér sjáum við aftur á móti hér skýrt þessi tvö efra og neðra rifbein sem að gengur hér út úr þessum bolhluta hryggjarliðarins. Og ef við prófum að bera saman ólíka hryggdýrahópa, eins og til dæmis bara spendýr og svo fugl, að þá getum við séð að sömu beinin eru til staðar en í sumum tilfellum hefur þeim fjölgað og sumum tilfellum hefur þeim fækkað. Hér til dæmis beinagrindur og rándýri og fugli, rándýr sem þá spendýr. Og hér sjáum við það sem merkt gult eru hálsliðirnir, svo koma hérna brjóstliðir, lendarliðir, spjaldliðir og rófuliðir. Sambærilegir liðir eru til í fuglunum líka, nema hvað hálsliðirnir eru í flestum tilfellum miklu fleiri hjá fuglum og svo taka brjóstliðirnir hérna við.
En það sem hefur gerst hjá fuglum að spjaldliðirnir hafa runnið saman við mjaðmagrindina í eitt og mynda ákveðna styrkingu hérna. Og þetta tengist auðvitað því að fuglinn hefur vængi og þarf öðruvísi stuðning við sínar hreyfingar heldur en spendýr sem sérhæfa sig að hlaupa kannski hratt á landi. Svo að við erum með sömu upplýsingar meira og minna í erfðaefninu en ólíka tjáningu sem að skilgreinist af aðlögun dýrsins að sín umhverfi og þar hægt að sjá mikla samlíkingu en líka verulegan breytileika eins og þessi mynd skemmtilega sýnir. Svo hérna ef við prófum bara að bera saman frumstæðan fisk við til dæmis kött, sýnist þetta að vera kattarbeinagrind, að þá getum við séð að hérna í þessum frumstæða fiski hér vísir af mjaðmagrind. Og hér út frá kviðugganum þroskast svo síðar mjaðmagrind hjá þá ferfætlingu. Ferfætlingar þróast síðar, það þegar holduggar og lungnafiskar fara að skríða upp á land og framugginn, hann myndast svo breytist í herðablað og framlimi. En við látum þetta gott heita í bili og vonandi hafið þið lært eitt og annað um þetta.